Veitingastæðurinn hjá Höllu í Grindavík býður upp á heilsusamlega mat og hefur gott orðspor hans borist víða á stuttum tíma. Þegar Halla opnaði staðinn fyrir 4 árum fóru 10 matarsendingar út en í dag senda Halla á samstarfsfólk hennar 200 matabakka dag hvern á vinnustað í Grindavík, víðar Suðurnesin og höfuðborgarsvæðinu. Vinnudagurinn byrja því snemma. Þegar sjónvarpsvíkur þetta bara garði á dögunum voru starfsmenn staðarins í jóga. Mér langaði alltaf að vera með einhvers konar lítið kaffihús sem náttúrulega kannski var ekki alveg raunin þegar upp staðið en fór að senda út matarpoka bara til einstaklinga. Við öldum okkur einhverja 10 einstaklinga sem myndu vinna á þannig stað að það gæti spurstaðist út hvað við værum að gera og bara út frá því bara byrjaði boltinn að rúlla bara mjög hægt. Mjög, já, eins og segi, bara mjög rólega og komu kannski 5 inn, 10, svo var þetta kannski komið upp í svona 15 manns og svo náttúrulega datt þetta svolítið niður yfir sumar og svona þannig ég lokaði bara sumarinn og svoleiðis. En núna, já, við byrjuðum bara heima fyrir og buðum upp á einhvers konar námskeið sem að fylgdi matur með og alltaf reyna að vera í heilsusamlegri línu, lífrænni og annað en þrátt að sé engan veginn alveg hægt alla leið. En já, þannig byrjaði þetta í rauninni bara og það alveg rúm 4 ár síðan. En hvernig svo í dag? Hvað farið þið með margar sendingar? Við erum með þetta eru svona 200 manns sem að fá sent til sín, alveg mánudag til svona 50 svo svona rólari hjá okkur á föstudaginn, en það fara alveg, já, það alveg 200 mann sem borða hjá okkur sem fá sent til sín í fyrirtækinu og annað. En svo alltaf mjög mikið að gera í hátíðinu líka. Þetta koma rólegi dagar en annars alltaf bara mjög flott. Og hverjir eru þá helst að koma? Er það fólki sem býr í Grindavík? Já, það mjög duglegt að koma og svo líka mjög margir sem koma úr Keflavík. Og fólk úr Reykjavík hefur verið að gera sér ferðir og kom fólk frá Flúðum daginn en svo náttúrulega útlendingarnir líka. Kemur svolítið frá lóninu og frá hótelinu og eins og segja var fólk var duglegt bara að googla sig upp og finna staðina því við hefum ekki neitt auglýst að það TripAdvisor og bara já eins og segja Google við komum hátt, skorum hátt þegar það á leitardæminu hjá Google og þá bara hefur fólk fundið okkur þannig þrátt fyrir sé ekki droslega auðvelt að finna okkur ekki droslega vel merkt þannig að fólk svona aðeins kvartaði því að merkja okkur ekki aðeins betur en fólki fer alltaf sátt út mjög. En hvernig að gera svona mat svona í hollari kantinum? Er engin kúnst að gera hann jafn góð? Nei, mér finnst það ekki, en það er alltaf meiri kúnst að gera í svona miklu magni og senda út. Það engan veginn hægt að bera saman það sem fólk að fá að borða í fyrirtækjunum, það sem búið að standa í bökkunum. Og þráttur að sé reynt að gera það eins vel og hægt en þegar það kemur inn í sal. Það algjörlega önnur upplifelse á matnum, Fá hann heitan og alveg bara beint á diskinn, Þannig að mér finnst það líka svolítið skemmtilegt að geta sýnt fram á það að í rauninni maður gæti gert betur heldur en í rauninni það sem maður færi í bakkana að þegar maður opnaði staðinn. Halla hefur alla tíð haft brennandi áhuga á hollum mat og man ekki eftir sér öðruvísi en að hugsa gott hráefni í matinn. Það bara einhvern veginn alltaf bara fundist grunnurinn þurfa að vera á þessu, já ég held ég bara einhvern veginn bara heimilismatur en samt bara með betra quality af innihaldinu í honum, En já, ég svo sem man ekkert öðruvísi eftir mér heldur en að reyna að velja alltaf gott quality í matinn og hreint. Og maður eins og segi bara þegar börnin voru lítil að þá einhvern veginn fór maður alltaf að velta fyrir sér hvað maður væri að setja í raun ofan í þau og vildi bara gera það vel. Hollustan í hávegum hjá Höllu sem útbýr nýja matseðil á hverjum degi fyrir þá sem fá sendan mat. Það rosa misjafnt. Við náttúrulega eins og segja, við erum með náttúrulega nýja matseðil rauninni á hverjum degi fyrir það sem fyrir ofan í pókana. Og það fær djúsa og það fær bústa, kökusneið, millimál. Það náttúrulega misjafnt hvað í millimálinu, hvort það sé einhvers konar möndlumix eða hvort það séu
harðfiskur eða ávaxtabóks eða grænmetisbóks og og það náttúrulega misjafnt, kemur ný kaka fyrir hvern dag og stundum búst og stundum síagrautur og stundum pönnukökur eins og í morgun og þá erum við bara með svona próteinríkar úr eggjahvítum annað. Ég set samt aldrei með svona tilbúin próteinduft eða neitt, heldur bara reyna að nota það úr eggjahvítum og úr kjötinu og annað sko. En þannig að, já, þetta svona, reynum að hafa þetta eins fjölbreytt og hægt þrátt að sé náttúrulega ekki alltaf hægt að vera bara með nýtt sko. En á líka bara halda í það sem vinsælt, sem fólk ánægt með.